Ég mætti hérna með Guðmund Ágúst Kristjánsson sem var að spila fjórða hringinn á lokaúrtökumótinu fyrir Evrópumótaröðina á höggi við pari og endaði samtals á parinu á fyrstu 4 hringinum og er því úr leik í þetta skiptið. Byrjum bara á að fara aðeins yfir lokahringinn. Hvernig var þetta hjá þér? Bara fullkomin byrjun, nánast. Geggjuð högg á fyrstu, bara easy birdie. Geggjuð 2 högg á annari, bara 2-wood birdie. Og já, síðan bara quality, þá gæti ég koma á 5. teg, basically. Ég sá það einmitt á 4. Þar meira þess að hefur getað sett annan birdie. Já, geggjuð högg þar inn. 2,5 strikkimetra pút. Já, hann leið bara mjög vel, þá gæti ég mætti á 50 Og hvað gerist þar á þessum 3 hólum? Þú færð trippul og svo 2 skolla í röð, eða ekki? Jú. Já, ég veit ekki alveg hvað gerist þarna á tegnum. Ég man ekki eftir að slegið svona högg. Og já, þurfti að taka annan teg. Var náttúrulega svona dálítið skelkaður einhvern veginn. Slóði á lélegan stað og fekk bóki og eftir það var maður svona þurfti nokkra hólin nánast bara til að púsla þessu öllu saman. Já, ég fylgdist með þér hérna framan á hring og þú varst nú að slá alveg frábærlega eftir þennan kafla og hefðir í raun og veru alveg geta fengið nokkra fugla hérna á 8. og 9. til dæmis. Varst ekki bara að slá vel heilt yfir fyrir utan þennan stutta kafla? Já, ég meina þetta var basically 1 högg sem svona með smá eftirskjálftum hjá manni, en ég veit ekki, ég hef ábyggilega heitt 15 grín eða eitthvað og helmingurinn af þeim var inn fyrir 5 metra, þannig að það var alveg margtandi staðar til þess að skila góðu skori úr. Hvenær var það svona sem þú áttaðir á því að þetta væri líklega búið? Ég meina þetta var mjög langsótt eftir 7. Þá var ég alltaf að fara að þurfa einhvern 6 undir síðustu 12. Já, síðan vonaðist maður til að köttin myndi haldast í -3 en ég vissi að ég gæti þetta ennþá á 14. Síðan slæði lélegt teg á 15. Kannski óopinnaðan endi í bönkunum alveg upp bakkan. Já, fæ bókið þar og þá var þetta orðið mjög langsótt og svo sagði ég að köttin var komið 4 undir hann á 16. gríni. Já, þá var þetta svona búið, basically. Þú vannst 3 mót á Nordic mótaröðinni á þessu ári og ert þar af leiðandi með góðan þátttökurétt á áskorendamótaröðinni næsta ári. Þú væntanlega bara stefnir á að spila þar full time á næsta ári, eða ekki? Jú, það á ennþá eftir að koma mótaskrá. En ég býst við að ég byrja bara aftur í mars og það rúlar alveg fram í byrjun nóvember. Muntu fá okkur mót á Evrópumótaröðinni fyrir þann status sem þú ert með á áskorendamótaröðinni? Nei, ekki fyrir hann, en það eru nú nokkuð mót í restina af árinu sem er ekki vinsæl. Langt í burtu, ekkert spes peningur í þeim. Þannig að það er alltaf margir sem komast inn í þau, þannig að maður veit aldrei. Og hvað er það planið hjá þig núna næstu mánuði þangað til að áskorendamótaröðin byrjar? Það er bara góð spurning, sko. Maður bjóst ekkert við að vera að tala um hvað þessi hringur var lélegur hérna í gær, þannig að maður flýgur bara heim og hugsa ekki neitt í viku og púslar þessu öllu svo saman. Glæsilegt, takk hérlega.